Þegar að maður keyrir götur Eskifjarðar eitt húsanna sem óneitanlega vekur athygli umfram önnur. Þar býr hún Hjálmveig María Jónsdóttir, handavinnukona og safnari með meiru. Já, það óhætt að segja það, því það fyrsta sem blasir við þegar inn gengið eru yfir 1000 skeiðar. Þegar mamma mín var að safna, hún gaf mér, ég átti að erfa þetta og ég ætti að halda áfram að safna skeiðum. Eins með fingurbjörnum, Birgitta. Og ég gerði það bara, og gerir bara allt og mikið. Það ekki nóg að safna þessu ein, þú þarft að fá hjálp. Já. Krakkarnir mega ekki fara út fyrir landsteinin nema að koma með skeið handa mér. Eða fingurbjörg. Helst bæði fingurbjörg og skeið. Já, þú átt mikið af fingurbjörgum líka. Já. Er það eins? Fékkstu fingurbjörgi frá móðinni og byrjaði þannig að samla þeim? Það var orðið fullt húsið, svo ég var að fá mér fullt af dóti til þess að, eða þú veist, gamalt dót til þess að setja fingurbjörgir í. Og já, einhvers staðar þurfa skeiðarnar og fingurbjörgirnar að vera. Já. Hver smíðar þessa standa? Maðurinn minn, hann byrjaði að smíða. Hann er búið að smíða 12 svoleiðis, ég á 14. Já. En svo hefur Hjálmar verið að hjálpa mér við að smíða. Hann á eftir að smíða einn í viðbót, hvað ég gat. Hann er þessi lunginn kall, hann smíðar líka bátana. Já, bóndinn. Já. Já. Hann var listamaður í sér. Húsið með álfunum, já, það húsið hennar Veigu. Þar standa þeir, 1 og 2 og 3, nei við þyrftum mikið lengri tíma ef við ættum að telja það alla. Hér lætur hún ljósið skína og hugsar þá eins og börnin sín. Já, það ger ég. Mér finnst bara gaman að þessu líka, sko. En þeir fá að hvíla sig? Já, þeir eru hvíld núna. Því jólasveinar eru á leiðinu út. Það má eiginlega segja að það sé ákveðin viðburður hérna í bænum þegar álfarnir fara inn. Já, það alveg satt. Já. Það verið að spyrja mig hvenær það kemur að jólasveinarnir eru ekki komnir út. Það ekki að setja það út. Því þegar fólki hefur gaman að því og sérstaklega krakkarnir. Já. Það ég á hópa krakkum sem að koma og kíkja og koma inn og skoða fiskabúri. Og þeir kom ekki út nema að vera í lagi, álfarnir? Nei, það verður alltaf verið í lagi, sko. Og þú málar það og græjar? Já. Þeir verða að fara fínir út. Í réttum lit? Í réttum lit. Sumari kemur með álfunum á meðan að jólin komi með jólasveinunum. Því þegar þeir eru komin fyrir utan hjóni Veigu, já, þá mega sko jólin koma. Svo verður helst að vera mánuður. Og þá kveiki ég á útiljósunum, á jólasveinunum og inniljósunum. Það kemur svona. Ekki svona smátt, heldur bara allt í einu. Alvöru? Það er ekki að ég þarf að fara að fá mér svona vindmyllu því að setja henni í gang svona í jólunum. Það er svo mikið að ljósum. Já. Það var svo helvítið þitt. Það er bara svoleiðis. Og fara ekki hjálp við þetta? Jú, alltaf hjálp. Það er álfadagurinn ef allir koma? Já, krakkarnir koma og það er bara hringt eða sett sig skilaboð að það væri álfaburður. Nú er búið að segja að það væri jólasveinaburður og þá kom allir og þetta er engastund gert. Nei, þeir eru vön. Já, og ég er bara stjórnar. Við kíkjum í eldhúsið til að hella upp á kaffi. Þar tekur á mót okkur hvítt og blátt hollenskt skraut, hvert sem litið er. Og það er að tengdamömmu að kenna því hún gaf mér klukku. Ég fór svo að safna hollensku dóti. Já, finna eitthvað í stíl við hann? Já. Þetta er mikið keypt í góða hirðinum og já, ljósakrónan er frá Kanada. Máva mig kom með það í handtösku frá Kanada, þetta er að gefa mér. Svo þetta er mikið af þessu gefið allt. Það ég tek alltaf við, sko. En nú ert að taka þetta niður og þú ert að ganga frá þessu því að jólin er að koma. Já, nú er að setja jólasveinana. Því þeir eiga að vera út um allt.
alveg eins og Álfarnir. Þannig að það fyrir svolítið tími í þetta allt. Já, ég var alltaf að gefa mér góðan tíma, sko. Það er, svo ég tala ekki þegar maður er einn. En dóttir mín alltaf nú góðan morgun því það voru hún ekki að vinna. Það færi hún að púla. Og einhvers stað þarf þetta að vera, þú hlýtur að þurfa geymslu fyrir allt. Já, ég er með háalótt hérna. Já. Krakkarnir taka niður og setja upp. En álfarnir eru í kössum hérna úti. Fiskikar og svo er það hérna svona kassar sem fína fólki hefur hérna úti dótið sitt hérna sessurnar og svoleiðis. Ég keypti mér svoleiðis 2. Þetta er allt fullt. Já, Álfahúsið á Eskifirði er sannkallaður ævintýra heimur, jafnt utan sem innan. Þar tekur við hvert safnið á fætur öðru. Kemur fólk ekki og heldur að þetta sé hreinlega safn hérna sem þú ert? Jú, það er safn. Já. Þetta er einkasafn. Já. Og það eru heldur betur verðmæti í þessu safni, þetta er svo... Já, ég hef nú að það er mikið af þessu silfur skeiðar, sko. Svo er hitt bara, þarf ekki að pússa þeim, það þarf að pússa þetta. Nú tek ég viku í að pússa þegar ég fer á stað. Það eru 7 dagar. En þú segir, þú tekur alltaf við, þú ert aldrei búinn. Nei, elska mig góða, ég tek alveg samt til að ég er farin hérna. Það er alveg á dæru. Ég get alltaf fengið blóð.